nóttina þá hann sko orðin forveikur. Og hann bara sendur á dyr, það bara það sem þú Já. segja. Hún bara vísað út Já. og hann fær engin lyf með sér eða neitt til að takast á við afleiðingar. Nei, og þannig að ég var í halva mánuð að keyra út allan bæ, að fá alls konar lyf hjá öðru fólki, þau aldrei séð svona veikan mann. Þú veist, þetta var bara hörmungi, ég svaf ekki í halva mánuð, sko. Ég svaraði, þetta bara... Þannig að, sko... Þessi áraðin tárum takja, nokkuð sko þurfa að ganga í gegnum þetta hér á Íslandi sem að þykist alltaf að vera best í heimi. Þetta bara, eins og með heilbrigðiskerfi okkur almennt, þetta bara... Já, þetta bara gjössanlega þetta hefur ekkert breyst. Einar, sko. Nei. Heilir og sælir, kæru áhorfundur. Og velkomnir í hlaðvarp Flokks fólksins, hlaðvarpið Fólki fyrst. Ég veit að ekkert ykkar hefur mistað þeirri þrautargöngu og sorgarsögu sem að móðir mátti þola þegar hún þurfti að fara og fór til Portúgal til að sækja son sinn sem þá var í rauninni að berjast fyrir lífi sínu. Sonur hennar fíkill og var í rauninni við dauðans dyr. Móðir hans gestur okkar í dag. Það Signý Hjartardóttir og ég býð hana hjartalega velkomna. Velkomin Signý. Takk fyrir. Það alveg ótt að segja það að það hefði gengið á ýmsu hjá þér undanfarnar vikur og það bara síðasta mánuðin. Það í rauninni, við erum strax vör við það þegar þetta fór að fara í fjölmiðla, verið nú oft fyrir að fara í fjölmiðla og vekja athygli á hlutunum á Facebookinni eða til þess í rauninni að fá verðskuldaða athygli, til þess í rauninni að draga fram raunverulega stöðu í til dæmis í þessu tilviki heilbrigðiskerfin okkar og hvernig farið með fársjúka fíkla til dæmis í þessu tilviki. Og mér langar til að biðja þig Signý að segja okkur svona frá því hvernig hófst öll þessi þraut að ganga. Hvað í rauninni, hvað ertu búin að þurfa að ganga í gegnum með syni þínum þennan tíma? Já. Ef við byrjum til dæmis á því þegar þú ákveður það að fara til Portúgal og sækja hreinlega. Bjargun. Já, það hafði rauninni langan aðdraganda. Hann var búin að týna veðurbrifinu sínu, þannig að þræðlega gat hann ekki fengið næst. Það húsnæði og var bara á götunni í Portúgal og ég ætlaði að sækja hann í nóvember. En þá lokaðist gluggi, þá misti ég á honum og og ég var sjálf hjá ráðgjafa upp í Von eftir mjög góðum reyndar sem hætti áramótin en svona hann sannfærði mig alltaf meira það að ég væri ekki bara klikkelling, heldur væri bara eðlileg móðir og væri þar að leiðandi ekki eins og mér fannst að ég væri að missa bara vitið og þannig að ég ákvað þegar að loksins kom þessi gluggi núna í janúar, þá hringdi hann í mig 3 úr sama símanúmeri sem hafði ekki gerst lengi, þannig að ég Þannig að ertu þá að segja í nóvember þegar þú varst að fara í fyrraskipti, þá hreinlega týndur af honum, þú í rauninni náður ekkert meira að segja við hann þar og vissi þar að leiðandi hann hringdi bara ekkert hvar hann var eða neitt hans afdrif á þeim tíma. Nei. Hvort hann var lýsi eða liðin eða... Nei. Hann hringdi einstöku sinnum bara úr hinum á þessum númerum og við tölum aldrei saman. Þú veist, ég sagt bara, og svo liði jólin og allt þetta og svo einmitt var ég búin að ákveða ef myndi opnast gluggi og ég var búin að undirbúa það í gegnum borgaraþjónustuna að ef sá gluggi myndi opnast aftur að við fengjum neyðar veðurbrif. Svo kom þetta og ég bara dreif í því að og svo ringir hann í þig? Já, 3 úr sama símanúmerinu. Og hann þá að biðja þau um hjálp? Já, og hann við rauninni bara opbóðslega veikur og var, eins og ég segi, á götunni og bara mikil örvænting í gangi og hugsunin mín var svo að ég vildi og ég myndi aldrei fyrirgefa mér nema ég færi allavega og skoðaði aðstæður. Fristaði þess að fá hann heim? Já, í rauninni, já, og ég bara athuga hvað þyrfti, allavega að hann fengi veðurbrif. En allavega þá þurfti ég að hafa hraðarendur og fjölskyldan, stórfjölskyldan minn, safnaði og nokkru vinir söfnuðu fyrir fargjaldi fyrir okkur og
frendi minn sem býr í Noregi, hann reddaði hóteli fyrir okkur sem að hann reynda sonum minn mátti ekki koma inn á því hann var ekki með vegabréf þannig að hann fór aftur út á götu, þetta var mjög svona líka absúrt og við stoppuðum hann 1,5 dag í Portugal og heill dagur fór í ræðismannin, það var nokkuð löng leið til hans til hann að sækja þetta neð vegabréf en undirbúningur var góður þannig að við fengum það í gegn að hann fekk vegabréf og svo koma aftur niður í Portugal og þá náttúrulega hann í neyslu þar þannig að hann fór bara og ég fór upp á hótel og hann fór í neysluna sína og og svo hittust við daginn eftir. Hvernig var ástandið á honum þegar þú kemur út? Hvernig var hann þegar þú hittir hann? Frá þér og sást hann? Já, bara skinn og bein og búin að missa 40 kíló, bara skinn og bein sko. Bara hörmung, bara gamall maður. Já. Og en hann leið, ef maður getur sagt það svoleiðis, leið vel, hann var náttúrulega þar að nota, í neyslu. Já. Og ég leið honum bara fara þarna kvöldið eftir að við komum frá ræðismannunum og við hittumst, svo hann kom daginn eftir og við og það var það var reyndar ekki okkur að kenna og það eru fleiri heldur við sem að við missum af fluginu frá Portugal síðdegis. Það var fleira fólk þannig að það var ekki þetta var eitthvað svo þannig að þá kom náttúrulega upp algjör krísa því að hann fékk sér skammt sem átti að duga í sólarhring. Þannig að ætti maður ná tengiflug, það var ekki beint flug til Portugal. Þannig að þá voru góður á dýr, þannig að næsta flug var ekki fyrir kvöldið. Og þá þurfti ég að ákveða, ætlaði ég að fara aftur niður í Lisbon og gista þar aðra nótt eða... Til þess að reyna útvegunum eftir til þess að geta undirbúan undir flugið og þetta langa ferðalag. Já, að því við fyrstum að millilenda í Heathrow til að taka Icelandair heim. Þannig að við fyrstum að kaupa nýja miða, algjörlega, 2 nýja miða. Og þannig ég ákvað að fara kvöldið, við fórum aftur niður í Lissabon og sem mjög absúrt fyrir mig og keyptum dóphandanum og hann sem sagt notaði áður við fórum á flugvöllin og svo komumst við til Heathrow kvöldið 12 á miðnætti og fengum hótelherbergi á flugvöllinum og svo fór þar nú fara að líða verulega illa. Já, og svo fór það myndir að skilvilegt. Svo mætt á flugvélum fór 12 og eina sem ég var með sem að var bara venlegt parkodín og ég leiði honum að drekka bjór og og sérst við áttum að mæta klukkan 10 og þessi mynd sem þú sér það 10 morgunin og sem sýnir nú hvað bjórinn hefur nú lítið að segja hann var náttúrulega ekki í áfengi en allavega þá komist við borð Icelandair og lendum klukkan 4 síðdegis og þá ástandið það bara brunuðu beint á bráðamóttökuna og hún sendur okkur á bráðageðdeildina Já, þú takk ekki á mót honum að bráðadeildinni þarna, takk ekki á mót ykkur eitt Nei, bara sendu Já, á móttökuna þar niður í bráðageðdeildinni og þar bara bara ekkert þannig að við fórum heim. Hvernig voru móttökurnar þar? Hann fekk viðtal við einhvern mann en engin líf eða neitt og enga aðstoð og ekki neitt ekkert. Og þau vissu það að þessi maður að koma sonuðin að koma og harðir í neyslu og hann sem sagt ekki að nota lengur, hann hefur engin efni, hann langar til að hætta og hann bara sendur á dyr, það bara það sem átt að segja, hún bara vísað út og hann fær engin líf með sér eða neitt til að takast á við afleiðingar eftirköst. Og ég fer með hann heim og það var eina í stöðinu þarna og þarna klukkan orðin, 7 kannski, segjum það. En allavega nóttina þá hann orðin forveikur. Og þá hringi ég í 1770 sem næturvakt og bara spyr... Hvernig getur lýst fyrir okkur? Hvernig eru þessi frákvörð þegar það koma? Þetta bara alveg svakalegt. Ég bara... Ræðilegt að horfa upp á barnið sitt svona. Og bara, hann gæti ekki labbað. Hann bara algjörlega bara allt hægt að virka í líkamanum.
og Og í svona stöðu, þegar Já. einstaklingurinn er gjössanlega orðin ósjálfbjarga og algjörlega og náttúrulega ekki kvelst kvölum kvalinn Já. gubbandi og allt er hann að gangi gegnum þessi frákvörf, Já. að þá í rauninni kemur þú að loka undir. Já. Þá er ekki heilbrigðiskerfi sem grípur utanum. Nei, og sko ég held svona ákveðins ég bara en allavega þannig nóttina það segir mér að hringi sjúkrabíl sem ég geri og þeir koma þarna og sækja hann og hann er lagður inn á bráðamóttökuna klukkan 4 hann ofti til Já. og ég tala við hjúkrunarfræðing daginn eftir og þá á En þar fær hann þó í æð og það verður Já. að sinna honum Já. eins og þarf að gera. Já, hann Eða fær í æð að vísu og eitthvað verkjalif, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann fekk þar, en allavega þá sagðist hann sjálfur hafa bara sett í stól hana, eða þú veist, ég veit ekki, en allavega þá fekk ég að tala við hjúkrunarfræðing daginn eftir til að kanna, hún sagði að hann verður skrifaður inn aðra deild til frekari afvetnunar. Þá var Þannig mér að þá sagt er daginn hún að eftir. segja, sko, það á að vera þetta prótokól, það á að Já. vera þannig að þegar svona óbúslega mikið veikur einstaklingu kemur í sjúkrabíl á bráðamóttökuna, Já, þá er prótokólið það að hann á að fá í rauninni inni á já, fíkni geðdeild, já. þar sem á að halda áfram að taka Það var það sem hún sagði, já, það var og það sem þar eru líka bráða, Já. þar eru bráða sko móttökurúm inn á Vogi fyrir fárveikt fólk. En það var það sem, akkurat það sem hún sagði við mig, þessi kona. Mm. Svo bara hringir hann á kvölda eftir og segist þú útskrifaðar klukkan 9 kvöld. Ég bara, þú veist, þá var ég náttúrulega viss hann hefði gert það bara sjálfur. Já, það náttúrulega bara fengið algjört sjokk, Já, skiljanlega. og ég sækja hann að því hann segist þú bara komin út, sko út á, út úr, Öllu saman. út úr. Og svo morgunin, þegar ég vakna, þá bara keyri ég beint niður á bráðamóttöku og bið svör. Hvort hann hafi útskrifað sér sjálfur eða þá hver hafi útskrifað hann og hvers vegna og af hverju hann hafi ekki fengið lyf allavega í gáttina. Í rauninni var ég ekki eins og ég var byggðum hjálp. Ég var ekki að telja eftir mér. Já, þá væri ekki nema það bara þú getið þó mistakast í syndtónum og slegið á sárustu frákvörun og hvaðina sem að ég var alveg til í það. Gegnum á þessu tímabili. En ég þurfti hjálp við það og hann þurfti hjálp við það. En þú fekkst ekki þessa hjálp? Nei, og ég fekk ekki nafni á þeim sem hafi útskrifað hann. Það er leyndamál sem sagt. Já, og mér var sagt að sko, félagsráðgjafi myndi hringi mig sem hún gerði og henni veist aðeinslega leitt bánulega illa og bla bla eitthvað, þú veist, en ég hafði engi svör. Hún sagði þið verður bara að fara á heilsugæsluna. Ok, heilsugæslan Sendir hún þig sem sagt á heilsugæsluna? Já, og þar byrja ballið bara strax þá bara mánudeginum. Á hvað heilsugæslu fórstu með hann? Að Hlíðarsaði sem mín heilsugæsla. Já. En þú lappar ekkert inn á heilsugæslun fyrir eftir 4. Nei. Þar býðuru 4-6. Númer 200 Já, númer 200 rauninni. Og með hann og á þriðjudaginn þá lendum við að vísa hjá alveg ágætismanni og rólegum og allt þetta, en hann er skrifaður út með töflum við áfengisfrákvörum, ekkert annað, sem heita eitthvað rísolít, sem að, þú veist, hann vissi sjálfur að það myndi ekki virka. Það virkar ekki á svona fíkn. Nei, þetta er eins og þú segir, fyrir alkohól. Og þessi maður var bara mjög rólegur og yfir, hann sagði, komið bara aftur á morgun. Ok. Og einhvern veginn í einfeldni minni, þá hugsaði ég, já, ok, við hittum aftur á hann á morgun. Svo fyrir við aftur á morgun, 4. Nei, þá var hann ekkert þar. Það var bara einhver annar. En hvernig reitt honum af eftir þið komið heim þarna eftir fyrir heimsóknina og hann er bara með rísolít sem er náttúrulega enga veginn fyrir frákvör og svona harðri fíknefnaneyslu? Já. Og var það eitthvað að gera fyrir það? Nei. En þá var ég búin að, sko, þetta er á sunnudegi þegar hann var útskrifaður og ég var búin að fá hann heim aftur, farveikan, skrifaði ég færsla á Facebooki mitt, bara fyrir sjálfa mig, því ég trúði ekki að þetta væri að gerast. En allavega, þá hringdi bara fullt af fólki í mig sem að annarkvort hafði sjálft verið í þessum sporum
eða átti einstaklinga sem höfðu verið í þessum sporum. Sumir höfðu mist einstaklingar og þau áttu sum lyf sem að gögnuðust fólki í svona morfín. Já. Og þannig að ég var í halva mánuð að keyra út allan bæ að fá alls konar lyf hjá öðru fólki. Já. Og skammtunum, þú veist, bara þú veist, gefa honum bara eins og fólkið út í bæl var að segja að þú ættir að gera. Já. Ekki læknar, ekki þjónustan, Nei. ekki bráðadeildin, ekki fíknigeðdeildin, engin læknir sérhæfður í þessum sjúkdómi. Örvæntingin hans var alltaf meira og minni, meira og meiri segja, eftir því sem áleið. Og svo þegar við pöntum ráðgjafarviðtal upp í Von og áttum viðtal 7. febrúar. En þetta sko, við erum talað hann átti panta pláss á Vogi frá nóvember. Mér langar að grípa inn í einmitt að því þú veist að tala um að þú setur þessa færslu á Facebook. Hún vakti gríðarlega mikla athygli. Það er skrifað upp úr færslunniðinni í fjölmiðlum, þar á meðal í DFF og fleiri og þar í rauninni það sem ég sé þetta og fer að tala um þetta eins og við höfum allt verið að gera í flokki fólksins þessa skelfingu sem ríkir hér varðandi sjúkdóminn, hvað óbóðslega mikið ótímabærum dauðsföllum og bara óbóðslega vond umgjörð og þjónusta læknishjálp sem að fólk þarf að bíða. Þú segir hérna til dæmis á einu stað: ég var hrædd sjálfa mig. Þú segir: ég var hrædd sjálfa mig í gerkvöldi, segir Signý og vísa til þess að þá var sonur hennar trylltur af kvölum vegna fráhvarfana. Í dag þá kastar hann upp. Hann nær stundum að sofa, er þess á milli hræðilega kvalinn. Og Signý segir að henni mætti algjört ráðaleysi í kerfinu þar sem hver vísar á annan og hún upplifi fordóma gegn fólki með fíknisjúkdóma. Þú færð aldrei nei svör, þú færð bara skít. Fordómar gegn fíklum eru algjörir. Hafðu í huga að við erum að tala um mann sem getur varla gengið og samt verið að fetta fingur út í að ég sé að tala máli hans af því hans sé orðin lögráða yfir 18 ára aldri. Þegar kerfinu henta þá get ég ekki verið röddin hans, en þegar það henta til dæmis lögreglunni þá má ég vera röddin hans. Sko, þetta er svo lýsandi fyrir svo ofboðslega marga og þegar ég að lesa þetta upp og svona þú náttúrulega dettur inn í þetta náttúrulega rifjar upp í rauninni þessa hroðalegu vanlíðan og ömurlegt að horfa upp á barnið sitt og get ekki hjálpa því og vera á Íslandi 2023 og halda við sem viljum vera best í heimi og þegar þú talar fordómana, tölum aðeins fordómana, hvernig í rauninni Ég hef upplifað það með því að vera að hjálpa fólki og farið með fólki og gengið á milli Pontiusar og Herodesar, hvað það varðar. En sko, þegar þeir sjá kennitöluna, það búið að tengja þau í kerfinu, sko, heyrðu, já, þú ert einn af þessum, þú ert einn af þeim. Farðu bara eitthvað annað, sko. Hér akkurat, þú ert ekki á réttum stað. Farðu bara eitthvað. Upplifir þú upplifir þetta? Þú upplifir þetta? Bara allstaðar, fyrst á bráðamóttökunni, þar sem ég gæti ekki fengið neinn svör. Og á bráðagjaldinu sérstaklega, því ég hef mjög bara skipa og fara fyrir aftan línuna, því ég var að standa við hliðina á hann til að halda við hann. Svo hann ditt ekki? Já, bara svo hann gæti, þú veist, hann gæti ekki talað og þau horfa upp á mann, fársjúkan mann, upp á fíkni, bráða fíknigeðdeild. Þetta er bráðadeild og ég velti fyrir mér, hvert markmiðið með deildinni? Hvernig á einstaklingun að vera á sig komin til að teki mark á því að þetta fárveikur einstaklingur? Já, hún bara frussa á okkur svo við ættum ekki að vera þarna og það eru miðar í glugganu hjá henni. Það sem stendur að við gefum ekki lyf við fráhvörfum. Punktur. En já, einmitt eins og segir, þú Sko ég kem alveg auga á hvar mistökin gerð þarna, sterklega. Það þegar að það búið það búið í raunin að segja þar ferlið svona að þau eiga í raunin á þessum tímapunkti eins og mér skilst jafnvel þú veist að hafi verið ætlunin einhvern veginn held ég að þarna hafi orðið bara hroðaleg mistök einhver hroðalegu miskilning vegna þess að hann semst ekki sendur frá þeim beint upp á fíkni og geðdeild heldur
er hann útskrifað. Já, Og það stendur hann bara að palla einn í heiminum. Já, og engin lif í gáttinni. Ekkert, brekkjast. Nei. Og ég hringdi og það bara sýnir lítilsveifinguna þessu, hvernig ég veit það ekki, maður verður bara svo sorgmættur. Já, þetta líka bara eitthvað svo absúrt af því að þú auðveldasti hlutin fyrir hann til að líða eitthvað svona ríka lítla, það var að ég færi bara út í bæ og keypti dóphandanum. Já, það stóð ekki til, af því hann vildi hætta. Já. Þannig að það hefði verið, þú veist, en svo þegar, eins og síðustu 2 sólarhringarnir, þá voru náttúrulega, fíknin orðin alveg, yfirþyrmandi. Já. Og og ég var alveg búin að missa vonina að, að ég myndi ekki missa hann bara út, en að vera foreldri og vera alltaf hrættur og vera alltaf að syrgja barnið sitt með það ég vil ennþá á lífi. Ég get ekki einu sinni ímynda mér það þegar hann er aleinn út í útlöndum með engin samskipti við þig og þú veist ekkert hvar hann er, þú veist ekki hvort hann er lífseðliðin. Ég þekki það eigin raun að vera endalaust óttaslegin og hrædd barnið mitt. Og maður veit aldrei í rauninni hvað kemur upp á. Þannig að þú ert náttúrulega sannkölluð hetja og átt lífið í honum væntanlega núna í annarsinn. Þú fæðir hennan litla strák þegar hann er lítill og mömmulingur á sínum tíma og síðan ertu að fara út á bjargonu þarna úr þessum hörmungum. Hann vildi að þú bjargaði sér, hann hefði ekki gefið það tækifæri á því væntanlega ná í sig. Þannig að hann er kominn á botnin og það er heilbrigðiskerfi okkar eins og mér hefur skilist að eigi að virka að það er verið að tala eins og velferðaráðherrann og félagsmálaráðherrann og allir að segja snemtæk íhlutun að grípa inn í þegar einstaklingurinn er tilbúinn að geta gripið hann strax og hjálpa hann raunverulega og það er ekki þar með sagt að það virki stundum og allt og oft er það þannig að þau fá hjálpa á meðan þau eru að afeitra sig og annars líkt en síðan tekur djöfullinnan Bakkus það er bara setna öll völd aftur en margir hafa þurft að fara oft og mörgu sinnum og leita sér hjálp bara áður að þeir náði að hreinlega ganga yfir þröskuldin sem að frelsa þá frá þessum djöfli sem Bakkus er en það sem kom mér mest óvart var það að skildi engin að því ég var aðstandandi hans þegar hann er ritaður hann inn á bráðamóttökuna að skildi enginn hafa samband við mig með ástand á honum og líka þú veist eins og ég sagði áðan, ég hef alveg verið til í að hafa hann heima með lyf skilur, ef að það hefði verið málið en það var bara ekkert ef hann hefði verið í aðgerð vegna þess að vera takk úr honum krabbameinsæxli og hann væri bara mjög mikið veikur og hugsanlega dauðvona ef hann hefði verið einhvern veginn öðruvísi aðgerð ef það hefði verið að taka á honum fótinn eða eitthvað svona þá hefði þeir haft samband við þig sem nánasta aðstandan það er haft samband við mann en það er bara alveg augljóst að fíknisjúkdómurinn er ekki viðurkenndur hér sem sjúkdómur það er þrautarganga fyrir þá sem eru að halda eins og til dæmis með Vog það er yfir 700 manns á biðlista og eins og til dæmis með hlaðgerðarkot, þar sem fólk í eftirmeðferð, dásamlegu staður, þar sem að ríkir þvílík kærleikur og ást og umhyggja og einstaklingurinn er algjörlega og hann er svoleiðis umvafinn. Það er grátandi fólk sem hringir þetta hvern einasta dag og grætur eftir hjálp og segist vera að deyja. Og hvað er gert? Þau get ekki stjórnvöld, gefa þeim ekki einu sinni kost á að taka á móti þessu fólki. Við fjármögnum ekki þetta kerfi og þetta eru oft, það er ekki að spyrja stjætt og stöðu þeir sem að lenda í þessu böli. Nei. Þannig að við erum í rauninni að dæma þennan mannuð bara hreinlega og leik með því að koma svona fram við. Þetta er stórkostlegu mannuður sem við gjarnan vildum og þráum að fá út í samfélagi aftur. Já, ég meina þetta er... Það er öll fjölskyldan undirlög. Já, og það vill enginn enda svona. Þetta byrja náttúrulega bara sem skemmtilegt partí. En ef við klárum söguna þá líka þú ferð frá heilsugæslunni og þú þarft líka að bíða hellengi eftir að þó hann sé bráðatilfelli eftir að hann komist inn á Vog. Já. Rauninni kemstarlingin við pantuðum viðtal. Þú hefur samband við og Jakob Frímann. Já, en ég var búin að panta sjálf ráðgjafa viðtal til þess að því hann átti umsókn inn á Vog. 7. febrúar
og sér hvað það langur tími. Það eiginlega næstu 3 vikur. En eftir að, semst Jakob, ég hafði skrifaði, senda honum hérna bara copy-paste af Facebookinu mínu, á samt fleirum, að hérna hafi samband og þá, hann kom okkur fyrr að hjá... Hann var svo eini sem hafði samband. Já, hann var eini og lét sig máli varða. Já. Og svo voru nokkrir, við kallaði leynifélag, það voru nokkrir hérna aðilar, já, sem að ég reyndi mig mjög mikið á sem þekkjan og var ásæðlega gott að fá í heimsókn og það gott að svona róa hann stundur niður og svona. Það alveg dásamlegt fólk. Sko. Og svona næstsíðustu nóttina þá hringdi ég í neðarsíma og þar var maður á línu sem að talaði við hann og þá var ég að missa hann út, þú veist þetta var bara hörmungi, ég svaf ekki halva mánu sko. Ég svaraði að þetta er bara þannig að sko þess áraðin tárum takja, nokkuð sko þurfa að ganga í gegnum þetta hér á Íslandi sem að þykist alltaf að vera best í heimi, þetta er bara eins og með heilbrigðiskerfi okkur almennt, þetta er bara þetta eru bara gjössanlega brunar rústir einar sko, nei og það er fordómarnir eru endistaðar sko. Ofboðslega fordómar. Hvað gætu við gert, Signý? Núna ertu búin að gangi gegnum allt þetta og svo það sé sagt, hann loksins komin inn á Vog og þú heyrið væntanlega í honum, nú komin 11, það nú ekki margir dagar síðan hann fór 7. nei 3. hennar fór hann. Já, hann var búin að vera viku núna 15. Og hvernig finnst þið hljóðið í honum núna? Bara jákvætt. Jákvætt. Og hérna, já. Hann að berjast og hann á góðum stað, hann á besta staðnum. Allavega, sko, og ég skil núna hvað hann segir, til dæmis hann allavega. Já, þú skildar hann ekki einu, hann gæti ekki tjáð sig, hann gæti ekki staðið, hann gæti ekki borðað. Og þessi vinur sem komu og voru þarna, það auðveldasta leiðin þegar fólki líður svona að halda áfram að nota. Já. Það verið að íta einstaklingunum sem var að biðja hjálp. Ég góði verði ekki að þessu röfli, hættu bara áfram að dópa. Já. Okkur var bent að við höfum ekki pláss fyrir þig, vinurinn. Okkur var bent að frú Ragnheiði, en fólk sem náttúrulega veit ekkert það, frú Ragnheiði náttúrulega bara útviða áhöld. Já, það bara skaðaminkandi. Já, ég að segja, þú veist, það ekki hreinar nálar og fólk heldur að frú Ragnheiði sé full bara að lyfjum og... Það ekkert svoleiðis. Nei. Þannig að, hérna... Ég veit að stundum hafa verið með súpur og eitthvað sem að gefa... En það var ekkert í þessu tilfelli sem hefði gagnast. Nei. En hérna... Sko, mér finnst sko við erum búin að, og fyrir löngu síðan, búin að taka svona mennskuna úr, við þurfum ekki að vera góð við þetta fólk, ef maður getur sagt þetta fólk, eða þú veist, eins og hérna, ég var alltaf að berjast við það sjálf að, þú veist, öllum fannst ég og meðvirk, allt þetta, en mér leið aldrei vel að þeim fannst það aldrei rétta leiðin að loka á hann. Hvert ætti hann þá ef hann, þú veist? Sko ég held að það séu líka kettlingabækur. Það var verið að tala það hérna á árum áður að þú ættir ekki vera meðvirkur með barninu þínu, makanu þínum, aðstandanda þínum, foreldri þínu. Þú ættir hreinlega að loka á það á ákveðnu tímapunkti og það að finna sinn botn. Hver botnin? Það kistan? Hver botnin? Nema hvað? Svo núna þá fekk ég að heyra það hjá dásamlegum ráðgjafa sem sagði bara, það eru bara til staðreindatölur frá Bandaríkjunum og fleiri stöðum þar sem sýna það að það eru 80% meiri líkur á því að viðkomandi veikur einstaklingur af fíknisjúkdómi nái árangri ef hann á sterkt bakland, foreldri, systkini, fjölskyldu, hvert sem stendur eins og klettur við bakið hans, að hann finnir sig ekki vera einn, það veitur honum, sko, það eru 80% meiri líkur að þessi einstaklingur nái árangri og nái bata og virkni inn í þá eins og samtökin eru AA, þannig að ég segi, vertu glöð ef einhver kallaði meðverka, við skulum gleðjast yfir því ef einhver kallar okkur meðverka, vegna þess að við vitum þá á sama tíma að við erum bara hreinlega að hjálpa börnunum okkar þeim sem við elskum, sko, það ekki flóknar heldur það. Og mér finnst þess að sonur minn hafi meiri séns núna aldrei nokk tíma náðu því að hann á núna fullt af vinum sem hafa náða árangri. Já. Þeir munu halda utan og þeir eru allir konið tilbaka, hann búin að fá fullt af kveðjum í gegnum mig og þú veist og bara pepp. Já, pepp. Bara áfram. Og það hefur ekki verið. Bara við erum hér, við býðum eftir þér og bara áfram verður duglegur, verður sterkur, þú veist. Þannig að hann á miklu meiri möguleika. Hann náttúrulega, mér dettur bara í hug alltaf þegar
þetta bara alltaf í hug ljóðið hérna fjallgönguna, urð og grjót upp í mót þegar hérna maður að horfa upp á svona sorgir og erfileika þar sem einstaklingurinn vill virkilega fá bata og kallar eftir hjálp og svo hann komið þangað, þá það bara, það hálnaverk þá hafið en sannarlega mikil brekka framundan, langur tími í bataferlinu og ég segi bara urð og grjót upp í mót, ekkert nema urð og grjót, klifra, skríða, kletta, velta niður, vera detta, maður sko, það svo oft sem þau detta en þau standa upp aftur og þá eigum við, samfélagi, við eigum að taka utan við eigum að segja þeir eru hetjur, þú ert hetja vil ég hætta, þú ert hetja, kalla eftir hjálp, vegna þess að það líka svo mikið sko, þeim finnst þau vera svona, það þessi sjálfsvirðingi og hún farin, allt sem bara, ég bara svo mikill aumingi og svo ég fallin einaferðina enn og ég að bregðast og eitthvað svona, þetta fólkið okkar. En auðvitað það svoleiðis að sýna þeim kærleika og ást. En auðvitað það svoleiðis að hérna, eins og með sonum minn, auðvitað hefur hann brugðist, þú veist, það allir búnir, þú veist, einhvern veginn að gefast upp og gerist og þú veist bara og hérna en ég sé að má ekki líta á þetta sem vonlaust, það má aldrei gera það einmitt, en það þá sem við þurfum að mesta á okkur að halda þegar þau detta, þegar þau verða fyrir vonbrigði með sjálfa sig, þegar þau fá áfalli þegar fíknin nær yfirtökunum, þegar viðbjóðslegi Bakkus nær völdunum staðreyndin svo að hann gerir það oftar en ekki ef að fíkillinn og einstaklingurinn fer ekki á fullu inn í kerfið og hugsa sjálfan sig í batanum, fer á fundina og eins og þegar þú talar þessa vini sem eru í bata bara það að vera innan þá, þú veist, spila og spjalla og geta tjáð sig, opna sig og þeir komu allt og hérna og eitt skiptið að það var hérna daginn áður en hann fór inn, þá komu þeir, þá var hann alveg gersamlega sko bara á nippinu eða sko, bara það var alveg erfending sko. Og bara enginn vildi hjálpa honum og þetta var bara, og þetta var alltaf löng bið líka að fara í viðtal við von á þriðjudegi þetta bara sækingu til saka út á svona meðferð sko. Og hérna þeir voru skiptust, voru 2 og 2 saman skiptust á, þeir voru 3 klukkutíma annar hópurinn og þeir sögðu mér eftir á að þeir voru svo miður sín þegar komu frá okkur að voru að fengu sér hamborgara og þeir gátt ekki talað, þeir aldrei séð svona veika mann og þetta var vinur þeirra og hérna þá nótt fekk ég systir hans til að gista hjá mér, annars var ég bara sérst ein með hann. Já, náttúrulega skelfingu lostin. En ráðgjafinn sem ég var hjá, við erum náttúrulega búin að vinna fullt bara í mér og lendi hjá bara óbáslega góðum manni og hérna strák og hérna sem einmitt var ekki búin að taka þessa mennsku úr, þetta manneskja alveg sem að hvort hún eins og ég vil hafa hana eða að hérna hann ráðlaði mér að hætta að því fjölskyldan eins og gefur að skilja, þú veist, fólk getur ekkert verið að umgangast, þú veist, það stundum það ekki hægt, hann ekkert sami maðurinn í neyslu og þannig að hann ráðlaði mér að hættu, komdu til mín og segðu mér og þú veist, gráttu, hætta að tala þetta við fólk. Sem neikvætt. Nei, sem var samt jákvætt. Það fekk ég að tala við hann, sagt honum allt sem að mér langaði að segja upphátt og var ekki að væla í fólki sem sagði, æ, þannig bara, ertu ennþá í alvöru, ertu ennþá að tala hann? Já. Signý, þetta hérna, að núna, þá allavega máttu vera bjartsýn. Já, og ég það. Og hérna, og loksins, eftir langa bið, þá hann komin á góðan stað. Já. Þannig að ef við ætlum að hugsa í lausnum, hvað í rauninni hvað þarf til að koma til þess að séu ekki fleiri aðstandendur, mæður, foreldrar, börn, systkini, að ganga gegnum annað eins og því líkt og alla þessa þrautagöngu með fárveikan ástvin sinn, barnið sinn. En sko, tölunar ætla náttúrulega bara að sýna fólki að það ekki allt í lagi í heilbrigðiskerfinu, hvað var þar fíkni sjúkdóma. Það allt og margir, bara ungir sem eru bara að deyja, þú veist, þetta allt of, þú veist, margir sem við erum að missa.
sem að við gætum úr einmitt ópíóða Já, og fík bara, sem þú að veist- þinn sonur var í, það voru Já, ópíóðarnir sem að voru Já. að fara með hann. en skilur og það þarf að skömmin hjá, allavega ef ég upplifu bara í gegnum strákinn minn, skömmin svo mikil að það ekki eins og þetta, sko, hún finnst hann eiga það skilja að fá engi svör, skilur, ef hann hefur einn að fara þarna, þá hefði hann bara farið einmitt bara strax og dópa, en af því ég stóð hann við hliðina á honum og ég ákvað bara að láta ekki bjóða mér þetta, af því ég sá að þetta var ekki boðlegt, að þú veist, og þetta ekki boðlegt, hann á að fá hjálp, ég meina eins og ég segi, þó hann fá ekki nema líf í gáttuna, ég hefði verið glöð að keyra á hverjum einasta degi apótekinu á eina pillu sem En nú virkaði. keyrður hún nefnilega annað, nú varst að keyra bara út alla borg til þess að reyna að fá, ekki reyna að fá heldur til þess að Þiggja, það sem að almenningur já, var að rétta til þín, Já. jafnvel syrgjandi foreldri Já. sem var búin að missa barnið Já. sitt, sem var einmitt búið að missa einstaklingin úr Já. ópíóðafík já, og átti einhver lyf sem að viðkomandi hafi þá verið að fá í frákvöld. Þú ert náttúrulega algjör hetja og barðist eins og ljón og en þetta fólk, ég meina, en þá enginn að þurfa að Nei. keyra út alla borg til þess að fá lyf frá almenning. að þetta fólk og svo viðbröð Jakobs hjálp mér á floti að, þú veist, að fá, hvernig getur maður sagt, að fá ekki þessa, hróka eins og maður fekk frá heilbrigðisstofnunum, Já. heldur þessa hlýju, þetta fólk, ókunnt fólk, var að senda mér aðtók hvernig gengi, hvort þetta hefði virkað Já. og þú veist, og þau vissum annan sem áttu þetta og bla, þá bla, bla. ertu meira að fá frá einmitt Já. þeim þúsundum, það eru þúsundir foreldra Já. og aðstendenda Mhm. sem að eru akkurat í þeirri stöðu Já. að vera jafnvel að syrgja barni sitt Já. og nánasta ástvinn Já, sinn já. þó að sé sprell lifandi. Já, það Vegna voru þess að maður veit foreldrar sem voru ekkert, nýbúin að missa son sinn, þau komu keyrandi til mín skilst að níu bara ungmenni Já. undir 20 Já. dóu vegna ópíóða Já. á árinu 2022 Já. og mér skilst það líka að þessa tölu sem er verið að segja okkur að sé að deyja úr Já. ópíóðafíknu ári, þær eru stórkostlega vantaldar vegna þess Mhm. að það deyja sennilega 1-2 einstaklingar á viku Núna ótímabærum dauða vegna þessa fíknisjúkdómar. Núna á næsta fösta, það eru ár síðan að vinkonu mín misti 29 ára gamlan son sinn og honum var sagt að hann væri búin að dópa of lengi, hann skil bara halda í áfram, það væri ekki þetta að gera fyrir hann á 29 ára. Vá, hver segir svona? Já, það er þetta saman fólk og við vorum að berjast við. Ég reyndar heyrði eftir einum mjög, sem á að vera mjög fær læknir varandi fíksjúkdóma, sagði við komandi einstakling það einu sem þú þarft að gera, þú þarf bara að hætta. Já, einmitt. Hvað vilt þú gera í þínum málum og við komandi segir, ég held ég þurfa að fá meira sálfræðihjálp og samtal og eitthvað persónu, það sem þú þarft nú að gera sem er svona flottur einstaklingu, þú þarf bara að hætta. Þetta er ekkert svona einfalt. Hverslas eiginlega svör eru þetta? Þetta er ekkert svona einfalt, ég meina Það sjálfsögðu ekki. fólk þarf að Það byggja væri sig. engin að, getum við ekki sagt bara við alla hérna, hættið þið bara að reykja, hættið að taka í nefið, hættið að taka í vöruna, hættið að drekka, Já. hættið þessu bara, Mér farið bara að fáið ykkur harfisk og smjör. mér var alveg að fara að kaupa Gatorade, bláadrykkin. Já, það er enda sölt í því Jú, og ég eitthvað svona veit næringar það eitthvað, alveg. við komandi kannski heldur því Já, niður. já, en skilur við, en það eitt og sér gerir náttúrulega Nei, mjög ekki mikið. neitt, akkurat ekki neitt. Eða þú veist, þetta þetta var svona, ég veit ekki, þetta er eins og líka svo, en ég er með gögn bara af því að sem sanna þetta, en ég veist þetta algjörlega absúrt. Við þurfum náttúrulega að halda honum að berja signi og það Já. sem ég segi bara er, og ég ítrekka það, þú ert algjör hetja og það er fyrir fólk eins og þig, það þarf svona fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, eins og segir í góða textanum að Rúna Júl, okkar tónlistarmanns, sáluga og hetju líka, þá segi ég, ef að við komum ekki fram og segjum söguna, þá verður þetta sennilega bara geymt undir steini alltaf og ef við ætlum að velta því upp núna ef við ætlum að velta því upp núna hvað þarf til að koma svo að í raunni þeir sem á eftir koma, því það er endalaust eftir að koma fleiri á eftir þér sem að eru með fárveika einstaklingana í fanginu. Ég er alveg búin að hvað þurfum við að gera til fá þess að breyta leiðenda þessu? að posta hvað ég sé að gera. Leiðenda að posta? Já, segja frá þessu.
það? Já, já. Segðu okkur, eins og hvernig? Hver kemur og segir leiðindapóst? Ég meina, hvernig hljómar hann sá póstur? Einn hljómaði, þú nýtið inn aldeilis í fjölmiðlum í sviðsljósinu Já. og það var Al-Anon fundavinkona mín. Já. Það er mitt. Þannig að fordómanir eru við það, sko. Var það Al-Anon, já? Já. Já, það var athyglisvert. Já, því ég segi fordómanir eru við það, sko, það er ekki bara, en allavega heilbrigðiskerfið á ekki að varpa yfir á almenning. Það sem er hægt að, þú veist, eins og, þú veist, þetta er alveg verið að gera þetta bærilegra fyrir hann þarna heima heldur en að hérna, fyrir alla, og fyrir mig líka. Sko, ég myndi segja samantekið þá hérna, þá er þetta búið að vera hörmungar, þrautarganga, skelfileg vanlíðan og en svona í lok dags þá er hann komið núna á góða stað og það er ekki íslenska heilbrigðiskerfin að þakka að það hafi gripið inn í til að taka utan um hann og reyna að verja og vernda þennan einstakling svon þinn í þessu tilviki. Þannig að við þessa konu eða einstakling Al-Anon sem segir að þú njótt þín í fjölmiðlum, þessi einstaklingur ætti nú kannski bara að vera í bata. Bara kannski nota heilan pínlítið til að átta sig á því hvernig höfum við náð fram einhverjum árangri í samfélaginu öðruvísi en í gegnum fjórðavaldið sem að eru fjölmiðlar. Fordómanir eru bara við það. Já, fordómanir eru við það. Við þurfum sérst að fá, það þarf að koma átak, algjört átak, vakningar átak gegn þessum fordómum. Og þessam viðurkenning á sjúkdómnum og fyrst og síðast þarf ríkisvaldið að fara að viðurkenna það að við verðum að setja fjármagn og við verðum að hafa mörgu, við þurfum 3 sinnum stærri vog að minnstakosti og líka þessa mennsku, eins og ég fann til dæmis bara hjá Jakob, þessa mennsku, hann sagði eitthvað og fylgdi eftir aðtógaði og hann sendi okkur pepp á hverju kvöldi. Hann þurfti þessu en skilur það er flokkur fólksins við erum flokkur fólksins takk fyrir fyrst og síðast en það er það sem þarf að það þarf í rauninni í sumu tilfellinu þarf ekki neitt annað heldur en það við segjum til dæmis við erum flokkurinn sem var berjast gegn fátækt við segjum til dæmis eitt er það sem ekki kostar pening og eitt er það sem að gefur okkur öllum gleði og velíðan það er kærleikur kærleikurinn kostar ekkert samhygð og taka utan um náungan og vera góð við fólk það kostar ekki neitt þannig ef við getum hjálpað þá gerum við það það er bara okkar skylda þannig að Signý ég hef ekki að segja að hérna að þú sett mamman sem ert að rúlla á stað þessum risa steini núna þetta er lítill snjóbolti sem átt að vera risa stóru fjalli þar sem að við munum sjá í rauninni viðurkenninguna á sjúkdómnum, við munum sjá fordómana að fjara út og við munum sjá það að þeir sem að eiga að ráða og þeir sem að eru að stjórna að þeir sjáu nauðsyn þess að virkja þann mannauð sem að hérna er í veika fólkin okkar sem að við þurfum öll að taka saman höndum að hjálpa. Já, ég held við græðum á því. Þannig að bara Signý, bara takk fyrir þig og takk fyrir að vera með okkur og takk fyrir að taka þú ert frábær. Takk, sömuleiðis. Takk. Og við ykkur, kæru áhorfendur, þá munum við hittast hérna að vikuliðinni með nýjan gest. Við veitum nú ekki alveg hver það verður ennþá en ég hvet ykkur til þess að horfa. Við erum á Spotify og við erum á heimasíðinu okkar að sjálfsögðu, flokkurfólksins.is, við erum á Facebookasíðinu okkar og svo erum við á einhvers staðar annar staðar á hérna veraldarvefnum. Þið getið ekki mist af hlaðvarpinu okkar sem er einmitt hlaðvarpið Fólki fyrst og svo segjum við eins og venjulega bara áfram veginn.